Komið blessuð og sæl. Yfirskrift þessa fyrirlesturs sjálfsvirðing. Í Síraksbók í Biblíunni standa þessi orð: Barn, ver lítillátt, en ber virðingu fyrir sjálfri þér. Met sjálft þig svo sem þér ber. Hver sýknar þann sem áfellir sig? Hver virðir þann sem vanvirðir sig? Einhver kom svo orði: lítilsvirðing flík sem öfundin notar til að hylja eigin nekt. Hver ég? Hvert samhengi mitt? Hvað hefur áhrif á mig? Hverjar eru fyrirmyndir mínar? Hvað nema augum mín og eyrum án þess að ég taki eftir því? Allt þetta spurningar sem vert að velta fyrir sér þegar hugleidd eru kynin, einsetulíf, hjónabandi og sjálfsvirðing. Í kvöld ætlum við að skoða samhengi hlutanna í tengslu við kristinn mannskilning. Hvað kristinn mannskilningur? Mannhelgi lykilhugtak í kristnum mannskilningi. Mannhelgin kemur meðal annars fram í afstöðu okkar til líffæragjafa og tekist var á hana í umræðunni staðgöngumæðrun. Maðurinn skapaður eftir Guðs mynd til ansvars og ábyrgðar í persónlega samfélagi við Guð. Hann skapaður til samfélags í kærleika og réttlæti og til trúmennsku við lífríkið. Og nú ætlum að sýna hér 3 stutt myndbönd. Grade 5 of these, camera's rolling, and we're recording sound. Slate
Cindy Crawford, bandarísk fyrirsetta, og ég held hún sé líka nektar fyrirsetta, komst að orði: ég vildi að ég liti út eins og Cindy Crawford. Þessi myndbönd vekja okkur til umhugsunar gerð og áhrif auglýsinga. Á þessum myndböndum sjáum við manneskjur höndlaðar sem hluti. Það í raun verið að leika sér á manninum og hann útfærður eftir þeir stöðlum sem henta þykir. Einstaklingurinn sem var í upphæðu persóna orðinn að sýndar veruleika. Að höndla manneskjur sem hlut fyrsta skrefið til að réttlæta ofbeldi gagnvart henni. Ímyndir eru seldar, auglýsingar vilja segja okkur hver við erum og hver við ættum að vera, hvernig við eigum að líta út, klæða okkur og svo framvegis. Það búa til ímyndaðan heim sem eiga auka löngun okkar til að kaupa hitt og þetta. Siðfræði markaðarins segir okkur að við séum neytendur, kaupendur. Boðskapurinn you are worth it, þú ert þess virði að fá að kaupa hitt eða þetta. Verðgildi þitt háð því sem þú kaupir. Í stað þess að vera dýrmætur einstaklingur skapar í Guðs mynd, þá ertu söluvara og verðgildi þitt fer eftir því sem þú kaupir. Siðfræði kristninnar ólík siðfræði markaðarins sem ræður ríkjum í nútímanum. Hér skekkja á ferðinni, alið á virðingarleysi. Því fylgir meðal annars heilsufarleg vandamál, bæði andleg og líkamleg. Því þú ert aldrei nógu góður, þú þarft alltaf að kaupa eitthvað til að bæta ástandi, tolla í tískunni og svo framvegis. Við skulum hafa það í huga að snyrtivörubransinn einn af stærstu inngreinum í heiminum í dag og hann leggur mikið á sig til að viðhalda starfsemi. Virðingarleysi fyrir manninum kemur einnig fram í matvælaframleiðslu. Því minni næringarefni sem þú færð í matnum, því meiri mat þarft að borða til að fá þau næringarefni sem þú þarft fyrir daginn. Og því meira magn af slæmum innihaldsefnum sem í fæðu þinni, því meiri líkur á því að þú veikist. En þá teljumst við svo heppin að við fáum að kaupa lyf og sífellt meira af þeim. En það sama með lyf og annað, þau halda þér á lífi en auka ekki gæði lífstíns. Hvaða sjálfsmynd fáum við það að horfa á slíkar auglýsingar sem þessar? Það var með vilja að ég valdi myndbönd með báðum kynjum, því ég tel að bæði kyn eigi vandræði með að fóta sig og finna út hver þau séu. Og einhver furða þó unglingar og ungt fólk virðist andsetið, eins og Guðmundur Andri Tórsson komst að orði í blaðagrein á vísi.is, að ég held í gær, þegar kemur að jafnréttinu og kynlífi, þegar þau eru búin í mörg ár að innbyrða boðskap að fólk sé hlutir, fólk sé söluvara. Í þjóðfélaginu í gangi misvísandi skilaboð til unga fólksins. Og það sama við fullorðið fólk sem hefur ekki áttað sig á innrætingunni sem hefur verið í gangi og ólíkri siðfræði. Í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem kom út held ég annaðhvort í fyrra eða hitt í fyrra var rætt meðal annars birtingarmyndir karlmennskunnar. En þar segir: karlmaður sem gekk í svörtum jakkafötum, starfaði í banka eða fjárfestingafyrirtæki, keyrði á svörtum Range Rover og átti fallega eiginkonu, var á tímum góðærisins ímynd hinnar fullkomnu karlmennsku. Kenning Connells og Messerschmitts lýsa stigveldi karlmennskunnar sem menningarlegu forræði. Það þýðir að stigveldið byggir ekki einungis á styrk og valdbeitingum, heldur því einhver leyti viðhaldið með því að framleiða dæmi karlmennsku
eins og það sem lýst var hér í upphafi. Þessi dæmi verða ráðandi karlmennsku tákn, þrátt fyrir að flestir karlmenn ná ekki að fylgja þeim fullkomlega eftir. Og í framhaldi af þessu þá má spyrja sig hvernig myndin væri af konum. Okkur er innprentað að vera aldrei ánægð, aldrei sátt við það sem við höfum. Áherslan er á útlitslegri og andlegri fullkomnun samkvæmt einhverjum staðli sem búin er til af þeim sem þurfa að selja vöður eða námskeið. Ljóst má vera að fólki mun mistakast að ná þessari fullkomnun vegna þess að fyrirmyndirnar sem við eigum að líka eftir er ekki til í raunveruleikanum. Og þetta leiðir þess að við kaupum sífellt meira í leitinni að þessari fullkomnun. Því ætlunin er ekki að seðja okkur, heldur að gera okkur hungruð í meira. Spurningin er hvort að við viljum í raun láta svala þorst okkar. Jesús sagði við samviskukonu við brunninn: hver sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hver sem drekkur af vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Margir koma til kirkjuna með hugafæri siðfræði markaðarins og skilja ekkert í því að kirkjan taki henni ekki opnum örmum. Þessi ólíka siðfræði veldur spennu í samskiptum. Fullkomnunin hefur ratað inn fyrir dyr kirkjunar og gerðar eru til hennar kröfur fullkomnun. Við erum lúterstrúar og eins og ég segi, ég valdi það að vera lúterstrúar. Og það er vert að skoða hinn lúterska arf. Lúter hafnaði hugmyndin hreina og fullkomna kirkju. Lúter leit á kirkju Krists sem samfélag heilara, en leið sem samfélag syndara, þar til Kristur kemur aftur. Það verður aldrei annarkvort, þetta verður bæði. Kenningin réttlætingatrú er kjarni guðfræði Martins Lúthers. Trúin er farvegur kærleiksverka mannanna. Og kenningin réttlætingatrú, það eru sífellt fleiri trúfélög að komast nær þessari skilgreiningu. Og þungamiðja lúterska guðfræði er á orð Krists. Því skoðum við vel orð Jesú Krist og þess vegna er Guðspjallið, orð Guðs, mikilvægur þáttur í guðþjónustunni. Og þegar við viljum skoða einhver mál, þá förum við fyrst og skoðum hvað Jesús sagði. Við þurfum að horfast í augu við ófullkomleika okkar að við séum ekki Guð, heldur erum við sköpuð í hans mynd til samfélags við hann. Þörf okkar liggur í að geta lagt okkur fyrir honum til að geta tekið á móti kærleika hans og blessun. Til þess að svo með verður að vera til stað trú og traust. Já, færni til að treysta í heiminn sem sífellt bregst traustu okkar. Í fyrrakonandi bréfi er spurð þessi spurning: vitið þið ekki að líkami ykkar er musteri heilags anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði? Líkast til er þetta spurning allra alda og að á öllum öldum höfum við tilhneigingu til þess að misvirða líkama okkar. Því að þetta er spurning sem var spurð fyrir 2000 árum. Það er mikilvægt að við fáum að vera þau sem við erum. Guð hefur skapað okkur í sinni mynd, hann elskar okkur eins og við erum, þótt hann sé ekki endilega alltaf ánægður með hugsanir okkar og gjörðir. Við erum hvert og eitt einstök sköpun Guðs. Enginn er eins og þú. Mennska okkar öll til líkama og sálar eru verðmæti sem ekki má spilla. Margir vilja hafa áhrif á okkur og stjórna lífi okkar. Okkur stendur margt til boða, en við verðum sjálf að standa vörð manngildi okkar og sjálfsvirðingu. Já, standa vörð mannhelgina og berjast gegn því að fólk sé hlutgert.
Persónuleikakenning Myers-Briggs talar að til sé 16 persónuleikagerðir manna og hvernig þeir hafa áhrif á samt skapgerð á alla hliðar lífs okkar og samband okkar við aðra. Þessi kenning getur hjálpað okkur til að skilja meðal annars okkur sjálf, samskipti fólks almennt og í hjónabandinu og hvers vegna fólk bregst við Guð á mismunandi vegu, bæði vitsmunalega og tilfinningalega. Samkvæmt þessari kenningu leitum við mismunandi leiða til að efla persónulega orku. Sum okkar leita þessari orku með því umgangsfólk og annað sem fyrir utan okkur sjálf. Þau eru nefnd extrovertar. Extrovertar dragast að heiminum og þeim samskiptum sem þau eiga þar og eyða minni tíma með hugsunum sínum og hugmyndum. Aðrir finna orkunni í innri veröld hugmynda og hugsana. Þau eru nefnd introvertar. Þau kjósa frekar innri heiminn og þar af leiðandi þurfa minna á ytra heiminum að halda. Allir geta einhvern tímann í ákveðnum aðstæðum verið annaðhvort extrovertar eða introvertar. Þótt yfirleitt kjósum við frekar annað hvort og það sem fellur betur að persónuleika okkar. Hver þekkir það ekki að vilja vera það sem fjörið eða hins vegar gleyma öllum þrýstingi, slappa af og vera maður sjálfur. Jesú leitaði afsíðis til bæna og vera einn með sjálfum sér. Það gott að geta heyrt í sjálfum sér í þögninni. Sumir hafa meiri þörf fyrir það en aðrir. Við erum mismunandi einstaklingar, persónuleikar. Sumir laðast að íhugun og kyrrðarstundum en aðrir að því sem líflegt er. Sumir persónuleikar laðast að bæninni meðan aðrir fælast hana. Við erum ólík en samt myndum við heild með styrkleikum okkar og veikleikum. Það mikilvægt að við fáum að vera það sem við erum. Hér fyrir öldum flúðu konur á náðir klausturlifna til að komast undan hjónabandinu en einnig til að mennta sig. Því klaustrin voru menntastofnanir. Ég fór í október í námsferð til Bandaríkjanna með prestum sem flestir voru karlar. Við heimsóttum munkaklaustur í Dubuque í Iowa, hlustuðum á fyrirlestur munkalíf og skoðuðum meðal annars gestaálmuna. Þetta var í alla staði hið besta klaustur. Og geta karlmenn komið og dvalið þann tíma og fengið hvíld frá ytri heiminum og gefið sig alla í samfélagi Guð. Munkurinn sem kynnti okkur klausturliðið var grínisti og þegar ég var á leið út úr klausturinu þá þakkaði mér sérstaklega fyrir að hafa ekki neglt mótmæli á kirkjuhurðinu. Hjónabandið er einungis nefnt 3 sinnum í Biblíunni samkvæmt Biblíulyklunum. Það þykir frekar sjaldgæft. Jesú mætti fólki þar sem það var statt. Hann umgeðst alla, háa sem lága, ríka sem fátæka. Og hann talaði ekki niður til fólks, heldur virti það sem einstaklinga. Hann rétti hlut kvenna og barna. Boðskapur hans er boðskapur jafnrétti. Það fer lítið fyrir umræðum kynin, einsetur, sambúðarform eða kynhneigð í orðum hans. Þess meiri áhersla er á umbreytingu trúarinnar frá myrkri til ljós og á kærleika og umhyggju í samskiptum. Hjónabandið er ekki sakramenti í lúterskri trú. Hjónavígslan er fyrst og fremst lögformlegur gjörningur. En hún er einnig kirkjulega athöfn guðsþjónusta, helgum þeim ásetningi karls og konu, að heita hvort öðru trúfresti frammi fyrir augliti Guðs og fá fyrirbæn. Ég ráðlegg öllum að ganga í hjónaband, því það er eina leiðin til að tryggja rétt þinn og eignir þínar þegar þú ert í sambandi. Ásamt því að gera kaupmála þegar það á við og það er talsvert algengt. Hjónabandið hefur verið í gegnum tíðina karllæg stofnun og margar konur hafa upplifað það sem fangelsi þótt markaðssetningin hafi verið svo
að það svipti karla sjálfræði sínu. Kannanir hafa leitt í ljós að það eru kvæntir karlar sem búa við bestu heilsuna. Konan kemur frekar illa út, kona sem gift, heilsufarslega. Og reynslan hefur sýnt að karlar vilja síður hjónaskilnað heldur en konur. Þau sem velja ekki hjónabandið að lifa saman með öðrum einstaklingi eru ögrun við samfélagið. Því flest í samfélaginu tekur mið af 4 af hjónum með 2 börn. Það var upprifin að búa tíma í Kaliforníu þar sem viðmiðin voru víðari. Til dæmis voru bílar markaðsettir fyrir einn einstakling og tekið mið af því við hönnun hans. Ég hef ekki séð slíkar auglýsingar hér á landi. Fjölskyldu- og viðamæningin er rík á Íslandi. Hér eru fjölskyldutengslin mjög sterk. Erlendis er áherslan í kirkjulegu starfi svo að kirkjan, söfnuðurinn er fjölskyldan, að því fjölskyldan er ekki jafn sterk erlendis. Við erum sköpuð til samfélags við aðra menn, hvort sem veljum að lifa ein eða í hjónabandi. Áður fyrr var áherslan með hjónabandinu á hagkvæmni, en nú er hún á ást. Hvað ætli að verði í framtíðinni? Því hjónabandið er breytilegt. Verður það samvera? Maður heyrir oft þau sem misst hafa maka sinn að þau sakni mest samverunar. Að hafa einhver til að borða með, lesa blöðin með, ráða krossgatuna með eða horfa á sjónvarpið og svo framvegis. Áherslan í samfélaginu að vera sér sjálfum sér nóg. Það er áherslan, að vera sjálfum sér nógur. Þetta reynir á hjónabandið. Þar sem einstaklingar hafa þá tilhneigingu til að hella öllu yfir á maka sinn. Einmannakennd eykst jafnt innan hjónaband sem utan. Við megum ekki gleyma því að við erum samfélagsverur og þurfum á nánd að halda og að vera hluta heild. Ást, virðing og traust eru undirstöður hjónabandsins. Kærleikurinn á að vera í fyrirrúmi og í Nýja testamentu les maður áhersluna á að lifa siðlegu lífi. Sístætt verkefni okkar í kirkjunni er að leiða saman vegu Guðs og manns. Mikið brot hefur verið í siðferðisstefnum og þekking fólks á kristinni siðfræði hefur dalað. Barnasjálfið hefur verið alls ráðandi og sjálfsmiðlægni. Því er nauðsynlegt að auka þekkingu á kristnum mannskilningi. Að minna okkur á að vera með dýrmætar persónur en ekki hlutir. Já, að virða okkur og þá leið erum við færum að virða aðrar manneskjur. Kærleiksboðorðið ásamt gullnu reglunni eru leiðarvísar í samspili Guðs og manns og milli manna. Það er nauðsynlegt að kunna bæði að gefa og þiggja í samskiptum því það leiðir til hamingju. Já, að sýna umhyggju og kærleika. Kærleikurinn kemur frá Guði til okkar og þennan kærleika eigum að miðla til annarra. Við eigum að elska náungann jafn mikið okkur sjálf, hvorki meira né minna. Við eigum ekki að elska náungann meira en okkur sjálf og ekki heldur eigum að elska náungann minna en okkur sjálf. Vertu almennilega manneskja. Það skiptir máli. Og eins og kvennakirkjan hefur orðað þetta, treystu Guði og treystu sjálfri þér í trausti til Guðs. Til þess að þú geti treyst öðrum manneskjum og lífinu. Eflum sjálfsvirðingu okkar og annarra, miðlum kristnum mannskilningi. Og ég þakka á erfina.